Halldór, sigur í Órugahöllina á móti Valsliði. Við vorum svolítið undir hérna í fjórða leiklutanum. Það var nú hérna svona svolítið kompakt í síðustu mínútunum. Hvað að gerast? Við fórum hérna í smá svæði, við reyndum að matcha bara út á skittur og það virkaði bara mjög vel. Og hérna, þannig að við vorum búin að vinna fyrir þessu, við reyndum í smá ópa vinna fyrir leik og ég sagði stöðuð að það var allir heilir og hraustir og þá byrjaði kaninn bara að spúa á dælu og þetta sást að hún var hérna alveg bara enga veginn tilbúin að spila en samt fljósnaðist í ána 36 mínútur. Þú tekur það á þig? Hún komin til að spila, ég ekki að gefa henni eitt veikinda þegar við erum að spila leik. Þetta var, við náðum að snúa sig við þarna aðeins í fjórða og byrjuðum þá. Kom smá stemming bara í sókninni hjá okkur. Tanja tók náttúrulega bara yfir hérna. Hún var frábær í dag. Þetta þriðjuleikurinn í Rauðallan sem ég sé ekki á okkur, það sem þeir eru aðeins góðar í bakinu. Þetta hérna eitthvað svona mentality sem að virðist vera rétt. Ég væri alveg til í að fá líka góðan early game, þannig ég þurfi ekki alltaf að vera hérna á taugum hérna. En við erum bara svona treystum hvorum annari og hérna vitum svona bara hvað við ætlum að leita til. Getum leita líka til margra, en núna í dag tók Sanja bara yfir hérna eins og ég sagði, við leitum til hennar og hún skilaði sér. Og hérna er líka bara gott attitút og fín reynsla kemur svona öðru leikmönnum. Skilur nú að kýtla aðeins ego þjálfarans að liðið setur alltaf niður hérna lokaskotin eftir leikleik, svona þessi stóru. Já, þetta hefnast vel þótt að hún ekki alveg fengið skotið sem ég ætlaði að hún taki, en hún átti vissulega að taka þetta skot í var. Frábær skotmaður, líka frábær í ruggskotum. Ég getur sett svona ruggskot, þannig að það er mjög fínt að geta kastað á henni. En við erum búin að vera heppin kannski að taka þess að 2 sigra núna senstu með flötugorum, en þeir telli jafn mikið. Pása komið núna til 21. held ég hjá okkur. Það er ekki svo löng pása endilega. Þú væntanlega með kvennalandsliðinu, ekki? Jú, það var vonað það, ég haldist ennþá hana. Haldist starfinu, en ekkert vont að þurfa að fara frá liðinu í millitíðinni? Nei, veistu það, ég og Hákon erum bara jafnir í þessu og hann tekur bara liðið núna og við erum bara í góðu sambandi og svo held ég sé bara gott fyrir að fá góða pásu frá mér líka stundum, það léttir líka andrúmsloftið þannig að það getur kannski bara verið mjög skemmtilegar æfingar og allar konar eitur þessar eftir pásu. Frábært, takk. Takk fyrir það.